Ingvar, það tók smá tíma að gangseta maskinuna en hún mallaði hérna í 3. og 4. ekki satt? Jó, við spiluðum seinni hálfleikinn mjög vel og svo sem vörnina í fyrri hálfleik líka mjög vel. Við vorum aðeins lengi í gang sóknarlega en kom eitthvað sök þar sem vörnin var mjög fín allan leikinn. Sama Grindvíkingarnir voru svona að stokka upp svona sínu varnarbröð, hoppa á milli svæðis og maður og mann og náðu kannski svona aðeins að fipa ykkur hérna í fyrri hálfleik. Nei, ég vil nú ekki meina það. Það voru að prófa 3-2 og svona ýmislegt reyna að koma okkur úr okkar leik en við fórum aðeins yfir það í hálfleik. Við vorum ekki við vorum stundum að hlaupa á vitlausa staði mennirnir sem voru opnir í staðinn fyrir að standa og láta það koma og verjast okkur þar og þannig að seinni hálfleikurinn var miklu betri. Mikið rætt hversu sterkir Haukar eru með heilunni innanborðs en svona leikur eins og í dag, hann sýndi nú frekar að þið eru með mikla og góða dýpt í þessum hóp. Já, mér er frábært að sjá það. Við vorum með heilinn út af meira heldur en oft áður og oftast áður. Þannig að það sýndi þessar stelpur sem kom inn á núna, þær sýndu það. Þær eru 100% tilbúnar í verkefni. Það hefur svona stundum vantað upp á það, ekki þorað að taka ábyrgðina en þær stigu upp, tóku ábyrgð núna og sóknarlega og varnarlega og skiluðu bara mjög flottu hlutverk. Hvernig svona metur þú stöðuna? Núna var landsleikjahlé, svona dágóður tími sem ekki var spilað í deildinu og að vona á öðru hléi eftir áramót. Fagnar þessu eða hvernig svona metur þú þetta? Nei, sem þjálfari í úrvalsdeild kvenna fagna ég þessu ekki, alls ekki, en þetta er flott fyrir körfuboltann. Gaman að fá svona landsleikjapásur, ég er alveg sammála því en sem þjálfari þá setur þetta svona óþarfa Tekur einhver takt úr þessu eða? Það gerir það, ég meina þegar við vorum með 4 stelpur í burtu og þannig að hin liðin náttúrulega líka, en þetta er riðilega skipulaginu hjá ekki bara okkur heldur væntanlega flest öllum liðum. Hvernig líst þér á framhaldið í deildinni? Bara spenntur. Mér líst vel á þetta og við erum ennþá eftir að setja saman virkilega flottan leik finnst mér en sigurinn í dag og leikurinn í dag var flott skref fram á við.